Hérna er ég búin að gera svona rosa fínt Excel-skjal úr rannsókninni minni. Ég talaði við 6 sem stunda dans og 6 sem stunda box. Rannsóknarspurningin var: einstaklingar sem stunda box stjórnast frekar af ytri áhugahvöt en einstaklingar sem stunda dans. En ég er búin að setja þetta svona í fallega dálka og skrifaði niðurstöðurnar hérna. Það voru 2 úr dansinum sem svöruðu þessu og engin úr hinum. Þannig að það þarf að telja saman með þetta á mörgum pappirum. Þá þurfum við að byrja á því að setja þetta saman í svona súlu, á svona Excel-skjal. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég geri svo súluritið. Ég litaði hérna bara fyrir mig. Grænu þættirnir eru þeir sem stjórnast af ytri áhugahvöt og bleiku eiga að vera þeir sem stjórnast af innri áhugahvöt. Það þarf ekkert að gera þetta en þetta er svona þægilegt, mér finnst þetta þægilegt. Ég ætla núna að gera súluritið og þá lita ég lita þetta svona. Það má ekki vera neinir auka reitir oft, þá verður hann að hafa einhver auka og dansinn og boxi verða að vera hérna beint fyrir ofan. Ég fæ bara insert, aðeins mismunandi hvernig það kemur upp í Excel, en hérna ég ætla að velja súlur og ég ætla að fá svona súlur sem eru hlið við hlið fyrir hvern valmöguleika og þá ýti ég bara það. Kemur þessi fína mynd, þar sem ég sé niðurstöðurnar og skrifa bara hér spurninguna. Hvers vegna stundar þú þína íþrótt? Og það er einfalt bara, þá er það komið. Þegar við erum einstaklinga þá viljum við ekki hafa hérna það hálft fólk. Við myndum ekki vilja hafa ásinn hérna. Þannig ég klikka bara hérna og hægri smelli svo músinni. Við getum gerð format axis. Það sést þetta ekki. Kemur svona dálkur hér. Og ég ætla að láta hann hlaupa, hérna hleypur hann 0,5 og ég ætla að láta hann hlaupa á 1. Miklu fallegri súlan líka að því að við erum með fólk, maður talar ekki hálft fólk. Ég setti þetta er svona svolítið random niðurstöður. Ég myndi ekki geta svara spurningunni mjög vel út frá þessari mynd, hvers vegna stundar þú þín íþrótt, hvort að dansfólki stundar hana frekar vegna innri áhuga. Þannig að þess vegna gerði ég hérna þessa hér. Og þetta er hérna, ef ég klikka á myndina þá sé ég hvaðan gögnin eru komin. En til þess að fá þetta skýrar þá setti ég upp hérna annað format og þá ætla ég að telja saman hversu margir sem stundar dans svöruðu einhverju atriði innri. Það er þá græna. 2, 4. 4 þar. Og hversu margir í boxi svöruðu grænu? 2. 2. Það hlýtur að vera auðvitað, ég ætla samt að telja, ég ætla að vera viss. Dans, bleikur, það eru 2. Og box er þá bleikur 4. Nú ætla ég að prófa að gera mynd úr þessu ef hún er skýrari. Ég ætla bara að hafa bara reitin hérna fyrir ofan dans og ég set svo hvað sem spurningunni inn eftir á. Fyrir insert og súlurit. Þá er þetta komið aftur. Þá myndi þetta bara vera hvaðan kemur áhugahvöt? Ég hafa þetta líka, ég vil aftur ekki hafa fólk, format axis. Þannig að hérna sést bara rannsóknarspurningin er einstaklingar sem stunda box stjórnast frekar af ytri áhugahvöt og ef ég stunda það þá eru þeir sem box, þeir eru appelsínugula og súlan er stærri þannig að þeir stjórnast frekar af ytri. Er það rétt? Já.
box, stjórnast ytri, box, ytri. Þá get ég sagt að það sé stuðningur við rannsóknartilgátuna mína og svo get ég bara sett í niðurstöðum inn báðar myndirnar. Þetta færi þetta til eins og maður vill. Og svo get ég prófað að gera þessa líka. Það er náttúrulega enginn sem svarar þessu. Þannig kannski ég ætti bara að taka það út. Ég ætla bara að eyða þessari mynd. Og ég ætla bara að því að í hvorum hópnum er neitt sem að svara þessu, þannig ég ætla ekki að hafa þetta með í útreikningunum. Þess að ég velja ekki auðareitin þannig til hliðar. Svo laga þetta líka. Svona. Ok, þannig að boxið er hérna bara, það er eiginlega helmingurinn hérna í boxinu, þannig að nú, ég ætla að gera þetta aftur. Það er svona, var ég með 2 spurningar, bara ef það kæmi óskýrari niðurstöður. Þetta telli þetta saman. Dans er 1, þetta ekki grænt. Það var blinkt. Dans er 1, 2, 3. Boxið er, þetta er mjög leiðileg súla hjá mér. Hérna kemur í raun og veru að það sé engin munur á hópunum. Þannig að þá myndi ég nú kannski tala að það sé örlítill munur í þá átt að þeir sem að stunda box stjórnast frekar að ytri áhugaðhvöt, en það fer eftir spurningunni í raun og veru hvort að það sé stuðningur við tilgátunni eða ekki. Þannig að ég vona allavega að þetta hjálpi við að gera súluritið, svo er kannski flóknara að túlka þessar niðurstöður. Þetta er líka ekki alvöru rannsókn hjá mér. Þannig að ég setti bara inn random-raðaði hérna. En ef ég fengi bara þessi niðurstöður, þá myndi ég bara segja að það fékkst ekki stuðningur við rannsóknarspurninguna, því það er ekki munur á hópunum.